Eins og Sigríður gat hér þá verður Snorri mikill höfðingi í Reykholti og það sem meira hann gerist skáldgott og hagur á flest, eins og segir í Sturlungu, allt sem hann tók sér fyrir hendur. Hann lét setja saman miklar bækur og byggja þarna stór hús og hann hafði greinilega mikið safn nautgripa. Til merkis það, þá þess getið í söguna eins og í framhjárhlaupi að á einni jörðinni sem hann átti þetta í Borgarfirði í Svignaskarði hafi hann á fellivetri mist 70 nautgripi úr harðindum. Snorri heldur síðan utan. Hann hefur kannski notið þess að vera tengdur norsku konungsættinni í gegnum það að vera alinn upp hjá hjónunum á Odda sem röktu ættir til Noregskonunga Magnúsar Bergþætts, því að hann kemst til mikilla metorða í Noregi. Honum tekið hér greinilega sem tignarmanni og það sem meira þeir hafa haft mikið álit á hans miklu bókmenntahæfileikum, því að sá sem var valdamestur þá í Noregi var Skúli Jarl og sjálfsagt hefur hann fengið Snorra til þess að hefja ritun á þeim miklu konungasögum sem við seinna þekkjum sem Heimskringlu. Meðan Snorri utan í Noregi hjá konungsmönnum og Skúla Jarli, að þá eiga Oddaverjar í miklum deilum við Normenn og konungsvaldið. Eftir miklar deilur við norska kaupmenn láta Oddaverjar drepa 2 af þeim, svoleiðis að í Noregi hugsa konungsmenn að nú sé rétt að fara og gera herför og strandhögg til Íslands til að hefna fyrir þetta. En Snorra tekst að afstýra því, sjálfsagt með loforðum að koma á skikki og friði við konungsvaldið, og í sögunni segir að á laun hafa hann líklega verið gerður af jarli af hálfu Skúla, hertoga, sem hann yrkir nú mikið lofkvæði, það sem að meðal annars þessi lína: harðmúlaður var Skúli, sem menn áttu síðar eftir að snúa út úr.